Já, velkomin í samtal á sunnudegi. Við sitjum hérna á sunnudagsmorgnum og tökum fyrir einhvern málefni í nokkrum þáttum. Þetta er byggt á þáttum sem að Ævar Kjartansson var með á Rás 1 í Ríkisútvarpinu árum saman. Þar sem að hann fekk með sér einhvern lóðs til þess að skoða tiltekið málefni í nokkrum þáttum og saman fenguður síðan gesti til þess að ræða tiltekið sjónarhorn á þessu máli. Við byrjum þessa þáttaröð á því að fjalla verkalýðsbaráttu og með mér er Sigurður Pétursson, sagnfræðingur. Góðan dag. Þetta velkomin. Nú er komið að því að við ætlum að fara að skoða stéttir. Já. Og til þess að skoða stéttirnar og stéttabaráttu er hingað komin Guðmundur Ævar Oddsson sem er dósent í Háskólanum á Akureyri og félagsfræðingur, hefur rannsakað stéttir og stéttabaráttu. Það er mikill fengur að fá þig hingað, Guðmundur. Já, takk fyrir, bara minnir heiðurinn. Og því að verkalýðsbarátta og stéttabarátta eru þetta samtengd og hafa alltaf verið. Og mér langar að byrja bara að hefja umræðuna á bara klassísku marxisma. Marx skilgreindi þjóðfélagið þannig að það væri sífelld barátta milli yfirstéttar og undirstéttar sem drifi þá áfram breytingar og svona stétta, það hafði þetta mikil áhrif á verkalýðsbaráttuna og stjórnmálaflokka sem að risu svo upp úr því. Hvernig líta félagsfræðingar og félagsfræðing, hvernig lítur hún á marxismann og stéttagreiningu hans núna? Já, sko, fyrir 175 árum að þá þetta skrifa Marx og Engels að saga mannkyns fram að þessu hefur verið saga stéttabaráttu og það má segja að fræðileg stéttagreining hafi hafist þá. En við getum hort mörg þúsund ára aftur í tíman að þá þetta hafa stéttir verið til og fólk verið að svona ræða stéttabaráttu bara allt aftur í gamla þræla samfélagið. En þrátt fyrir að Marx sé svona upphafsmaður stéttagreiningar, eru til mörg sjónarhorn á bæði hvað er stétt og líka hvernig á að greina út frá stéttarhugtakinu og kannski bara byrja á því að skilgreina þessa þrjár mismunandi merkingar sem að félagsfræðingar leggja í stéttarhugtakið. Marx á sem sagt eina af þessum þremur. Þannig að í grunninu lýsir stétt ójöfnuði. Okay? En það stéttarhugtak sem að félagsfræðingar svona notast aðalega við eru sem sagt að horfa á hóp sem að deilir svipuðum kjörum og tækifærum svona sem formgerður ójöfnuður. Þannig að hér erum við að tala hvað er við komið í tekjustegunum, hvað er svo miklar eignir og svo framvegis. Hér er ekki verið að horfa á svo mikið átök, heldur bara svona staðsetningu. Okay? Og hver eru áhrif þessara staðsetningar eins og hvað þýðir það að vera með millitekjur á aðgang þinn að heilbrigðiskerfinu, lífsmöguleik eins og Weber myndi tala. En síðan er þessi önnur hugmynd sem er stéttir sem eiginleg eða möguleg hreyfiöfl sem geta stuðlað að samfélagsbreytingum. Þar kemur marxismin inn eða marxísk stéttagreining. Og þriðja sem ég ætla ekki að dvelja mikið við að það er svona þessi hugmynd að stétt vísi ákveðin stöðuhóp og menningu og svo framvegis. En ef við horfum aðeins á Marx að þá eru allir stéttgreinendur þar á meðal ég að í eilífum kannski ekki karpi en í ákveðin samræðum við hugmyndi Marx því hann setti fram ákveðna hugmynd byggð á efnislegri söguskoðun að einmitt það er stéttaskiptingin og stéttabarátta sem keyrir áfram mannkynssöguna og hann nálgast þá stéttgreininguna einmitt út frá að við erum með hópa, hvort sem eru tveir eða fleiri sem hafi andstæða hagsmuni og þessi hagsmuni grundvallast þá í ójöfnum kjörum og tækifærum og alla götu síðan, öll þessi 175 ár að þá er verið að byggja á þessum gamla grunni og sumir hafa fínpússað hugmyndir Marx áfram og kannski er sá þekktastur með félagsfræðinga
Erik Olin Wright, bandarækjamaður, sem að fjall frá, einmitt held ég bara fyrir 4 árum eða svo, og hann hvað þekktastur og hann setti fram sem sagt stétta líkan á þessum grunni sem bara notaði allan heim og en svo aðrir sem að svona hafna þessari nálgun og vilja meina hún sé of einföld og því að Marx hefur verið legið á hálsi að smætta niður ójöfnuð í samfélaginu niður í eignarhaldið sko, meðan einhverju svo Weber að hann vildi greina samfélagið út frá svona þrívíðri lagskiptingu, segir, jú, stétt að sjálfsögðu grundvallar þáttur, en síðan erum við líka með stöðuhópa og líka pólitísk átök, meðan Marx vildi einblína á þetta efnahagslega. En ég segja að Marxís stéttagreining, hún lífir ennþá góðu lífi og það má eiginlega segja að þegar það verða ákveðna niðursveiflur og allt fyrir skrúuna, þá sjáum við að áhugi á kenningu og greiningu Marx eykst bæði meðal almennings og fræðimanna, því að alveg hvað svo sem segja má þessa nálgun að þá var Marx óbáslega góður að greina sjúkdómseinkenni kapitalismas. Ég líka hann stundu við, þetta eins og læknir sem mjög góður að greina sjúkdómseinkennin en að lækningin sem lögð til, hún hafi ekki verið einskóð. Spádómurinn byltinguna og framtíð á þjóðfélagið gekk aldrei eftir, má segja. Nei, það má eiginlega segja sko að Marx auðvitað tvennt. Hann annars vegar fræðimaður og svo hann auðvitað aðgerða sinni eða byltingamaður eða spámaður eða hvað sem fólk vil segja að það þarf bara að greina þarna á milli þegar við erum að greina samfélagið sko, að það hægt að notast við marxíska stéttagreiningu án þess að vera marxisti. Ég til þess bara líkis við ákveðin glerugum. Ef maður að skoða félagslegan hreyfanleika þá oft betra að notast við hugmyndir Webers þegar maður að skoða stéttabaráttuna, að þá Marx liggur beint við, og þegar maður að horfa á hvernig stéttskipting samofin neyslu og dægurmenningu og svo framvegis, að þá Bourdieu betri. Þannig að maður má ekki vera svo kaþólskur að þetta svo stundum virkar að nota hamar sko, og í önnur skipti þá þetta sög, það getur ekki nota sög á allt sko. Já, akkurat. Það svo kemur kannski þróunin svolítið í bakið á marxismannum að hluta til, þegar við getum sagt að barátta verkalýðsstéttarinnar og stjórnmálaflokka, sósíalista, gerði það verkum að bæta kjör lágstéttana í iðnaðar þjóðfélaginu og fjölgaði þar með tækifærunum og fjölgaði þar með millistéttinni sem hafði þetta áhrif á 20. öldinni í vestrænu samfélögum, og þá fóru menn að segja að marxismin væri úreltur og þessi stéttagreining væri úrelt vegna þess að það væri í raun og veru allir komnir í millistétt. En kannski síðustu áratugir afsanna það svo aftur, eða hvað heldur þú? Já, sko, stéttaskiptingin hún er alltaf breytileg, og til dæmis ef við horfum á Íslands samfélag, að bara í upphafi 20. aldarinnar að þá langstærsta stéttin stétt verkafólks. Hvað gerist yfir 20. öldina? Stærsta breytingin sem verður á íslenski stéttagerð vöxtur millistéttarinnar og samsvarandi rýrnun eða fækkun í röðum verkamannastéttarinnar, og þetta hefur áhrif á svo margt. Hér verða miklar efnahagslega framfæri, sérstaklega á áratugunum eftir seinna stríð, en þetta hefur líka áhrif á stjórnmálin. Ég menn það ekkert skrítið að gullöld verkalýðshreyfingarinnar hafi verið á 4. áratugnum, þegar verkamannastéttin mjög stór og við sjáum aukningu í stéttafélagsaðild og aukin róttækni, það stofnaði stjórnmálaflokkar sem á að vera baráttutæki verkamannastéttarinnar á alþingi, og við sjáum stofnun ASI, og það gríðaleg gerjun, og við náum fram stærstu sigrar verkalýðshreyfingarnar verða á þessum tíma. Síðan eftir seinna stríð, að þegar þarna verður mikill félagslegur hreyfanleiki upp á við, og við sjáum fólk sem kannski alveg upp í verkamannastétt vinnus upp í svona settleg, þægileg millistéttastörf og þægilega innvinnu, og þá breytist dýnamíkin, og við sjáum það líka á stjórnmálasviðinu að ákveðnir flokkar sem höfðuðu mikið til verkamannastéttarinnar og börðust í hennar nafni fara að höfða meira til hennar
ört vaxandi millistéttar því það eru atkvæðin og við sjáum þetta bara í allstæðri löndum í kringum okkur og Ísland er engin undantekning hvað það varðar sko. En varðandi þetta er svona dálítið gengur svona í bylgjum og það að Marx á sínum tíma að þegar ég held að þegar hann var jarðaður, ég held að 12 mætti jarðaförun hans, þannig að hugmyndir hans á þeim tíma voru nú ekkert voðalega hvað var að segja í tísku, en síðan við 68 kynslóðin og 7. áratugnur skilur að þá þetta er mikið umrót í vestrænum samfélögum og sem að þetta berst hingað til Íslands og þá fannst mikið átök hvort sem var milli kynþátta, karlar konur og verkafólk og fjármagnseigendur og allt þetta að þá það fannst bæði almenningi líka fræðmönnum að það væri ekki hægt að horfa á samfélagið bara út frá einhverjum funksjónilisma og samstöðu og fór að leita að svona haldbærari kenningarömmum til þess að greina samfélagið út frá átakaflötum og þá má alveg segja að Marx og Marxist greining hafi verið endurreist. Þannig að þetta er ekki einhver endalaus sigurganga síðustu 175 ár heldur að það var ákveðin bara svona ládeyða og síðan þetta á 7. áratugnum og þá í bara þó nokkuð mörg ár að þá fer þetta að hasla sér völl, dettur svo niður því auðvitað samfara uppgangi nýfrjálshyggjunnar, þá kemur aftur þessi hugmynd að stéttskipting hafi liðið undir lok og þessi átaka línur skipti ekki máli og núna snúist þetta meira svona menningarlega hluti og svo framvegis en svo þetta var að koma niðursveiflur niðursveiflan mikla 2007-2008 og aftur fer fólk að leita í smiðju Marx til þess að greina mótsagnir kapitalismans. Þannig að ég held að þetta átaka sjónarhorn sem að Marx er svona upphafsmaður að það er alltaf til staðar vegna þess að samfélög einkennast af hópum sem hafa ólíkra hagsmuna að gæta og þarna að Marx og svona átaka sjónarhornið hjálpar okkur að svona draga þetta fram sko. Já. Eitt sem að Marx kannski flaskaði á að hann svona gerir ráð fyrir því að fólk hegði sér eftir út frá hagsmunum sínum. Já. Og að með fjölgun verkamannastéttar að þá hljótið að enda með því að verkamannastéttin ná í völdum. En síðan gerist það eftir að hann fellur frá og hann kannski næri ekki endurnýja kenningar sínar út frá því að stór hluti verkalýðsstéttarinnar hegða sér ekki pólitískt í takt við eigin stéttarhagsmuni. Hvað var það sem hvað var þetta þessi blindi blettur sem hann sá ekki? Já, hann var með nokkra sko og einn var það að hann sá fyrir sér aukin ójöfnuð og aukna skautkverfingu. Hann greindi samfélagið fyrst og fremst út frá því hverjir eiga framleiðslutækin, áttu framleiðslutækin og þá átt í borgarastéttin og þeir sem eiga ekki að þeir eru það sé verkamannastéttin, öreigarnir, já. Og en þetta er svo höfustéttir sem hann greinir og hann að sjálfsögðu átta sig á og auðkennir stéttir þarna á milli, talar tötra, öreiga og smáborgar og svo framvegis, en hann vildi meina að með tíð og tíma myndi mótsagnir kapitalismans koma bersýnar í ljós þegar henni ríku verður ríkari og henni fátæku verður fátækari að þá myndi þessar átakalínu skerpast. Þannig að þessar millistéttir myndu hörna og deyja út og sogast inn í hérna örtvaxandi verkamannastétt. Sem er eitthvað sem menn getur notað við að skýra Bandaríkin frá 1970. Já, einmitt. En það sem hann sér ekki fyrir er þessi vöxtur millistéttarinnar og það verður sem sagt á miskutu ákveðnu tímabili aukin hagvöxtur og svona sem að fer í vaxandi millistétt, þannig að þessi skautkverfing sem að hann sá fyrir sér yrði svo ýkt að hún varð ekki til hún varð ekki eins mikil en aftur á móti hefur þessa vaxandi millistétt sem að flækir alltaf má ég að segja að hún sé svona þetta sem hann sá ekki fyrir sem að þetta er svona eins og þú setur upp eitthvað líkan og síðan kemur eitthvað svona
allt annað inn sem að ruglar í öllum hinu ferðunum sko. Ekki það að lágstéttin, verkalýðsstéttin hafi kosið að berjast fyrir ykkur öðru heldur en eigin hagsmunum eins og til dæmis þjóðurniskennd eða öðru. Já, það er svona dálítið svona kannski sem kemur seinna sko, hann lagði óðbóðslega mikla áherslu á að upphaf og endir lagskiptingar í samfélaginu og átaka væri eignarhaldið. Weber gagnrýnir hann fyrir það og segir að við getum ekki smættað efnahagslegan, félagslegan og pólitíska ójöfnuð niður í eignarhaldið sko. En síðan það sem að gerist með tíð og tíma er að þessar átaklínur það verða flóknari. Það verða flóknari eins og til dæmis það hægt að koma að segja kynda undir óeiningu meðal verkamannastéttarinnar með því að bara út frá kynþætti. Ég meina, gleymum þessum sameiginlegu hagsmunum, þú ert hvítur og þau eru svört og þetta eru kallar og hér eru konur og þau trúa einhverju öðru heldur, og þá er þetta tvístra baráttunni út frá því að við þetta sjáum, og þetta er það sem að Weber sagði, hann segir að grundvöllur sameiginlegra sjálfsmynda er ekki stétt sem slík, hann getur verið það, en hann vil meina að grundvöllur sameiginlegra sjálfsmynda sé frekar í stöðuhópum eins og kallar konur, mismöndi kynþættir að sjálfsögðana gæsalappa, því að það er þetta félagslega sköpun, en og þjóðerni og síðan með svona þjóðernis hyggja og allt þetta, og þetta hefur reynst verkalýðshreyfingunni mjög erfitt að samstæðan hefur ekki verið eins mikil út af þessu einmitt sko. Að það eru aðrir þættir sem er að þvælast fyrir sko. Og þetta má alveg sjá á Ísland á 20. öld, hinnir þjóðlegu gagnvart hinnum óþjóðlegu og sjálfsögðu í öðrum löndum líka. Já. Sem hefur veitt, má segja, yfir stéttinni ákveðin yfirtök í umræðu og kannski eins og þú lýsir þessu að réttilega að marxisminn hafi kannski einfalda hlutina, það er svo mikið að þessu leyti, en nýrri tíma marxistar hafa líka farið meira inn á önnur svið, huglæg svið, tengingar fólks við félagshópa eða menninguna í samfélaginu og sjálfsmynd og þar með þetta er náttúrulega hluta félagsfræðinni og eins og það nefnir Weber hann kannski vildi frekar skoða valdið, hvar liggur valdið. Nú er spurning, eru Marx og Weber nokkuð svo ólíkir að þessu leyti? Já, og frábært að skildi koma inn á þetta vegna þess að þegar að vera að skrifa kennslubækur að þá eru oft verið að einfalda hlutina og þá er stundum Marx og Weber stilt upp sem einhverjum andstæðum, en það eru þetta bara mörguleiti bara þvæla vegna þess að þrátt fyrir að Marx að Weber hafi til dæmis hafnað efnislegri söguskoðun Marx, að þá byggði hann á mjög svipuðum grunni eins og til dæmis að grundvallar stéttskipting í samfélaginu sé milli þeirra sem að eiga framleiðslutækin og hinna ekki og að fólk hneigist almennt, bara hneigist til þess að haga sér í samræmi við stéttahagsmuni sína og Weber með þess að segir í á einu stað að öreigarnir séu þeir sem átta sig best á áhrifum stéttastöðu á afdrif þeirra sko. Þannig sem er það sem að Marx segir skilur að eina stéttin sem getur raunverulega að öðla stéttavitund sé sem sagt verkamannastéttin og svo þannig og það er alveg eina sem að getur orðið kannski hreyfiafl. Sem getur orðið hreyfiafl, já. Og þannig að það er miklu meiri samhljómur á milli Webers og Marx heldur en að maður les svona af kennslubókum og þetta vita stéttgreinendur skilur sem að eru fullesnir í þessum fræðum sko. Já. En hugmyndin sko þegar stéttir eru orðin svona mikilvægar í pólitískri baráttu á Íslandi kannski á 3. áratugnum og 4. áratugnum að þá kemur jafnframt upp hugmyndin stétt með stétt sem að eiginlega hafnar þessu. Já, stéttasamvinnan. Já, hvaðan kemur það? Já, sko, ef við horfum aðeins á þarna og ég bara endurteka að það er að rannsaka stétt út frá svo mörgum sjónarhornum og ég nefndi nú bara þess að 3
höfuðkenningasmiði sko, Marx, Weber og Pierre Bourdieu, franska félagsfræðingin sem fjallum frá bara 2002, þannig að hann frekar nálægt okkur í tíma. En eins og til dæmis að íslenska rannsóknir á stéttum á Íslandi rækið aftur til miðrar 20. aldarinnar. Fyrsta doktorsritgerðin sem skrifið í félagsfræði, Jóhannes Nordal, 1953, og hann að skoða íslenska félagsgerð með sérstaka áherslu á félagslega hreyfanleika. Það stéttagreining. Hann var ekki að nálgast þetta frá marxísku sjónarhorni, svona sem dæmi. Og allar, hvað maður að segja, allar götur síðan, alveg sama hvernig fólk að rannsaka það, þá sjáum við að verkamannastéttin hefur sannarlega verið gerandi í nútíma samfélögum. Rétt eins og borgarastéttin hefur verið það líka. Ég meina það sem að mótar nútíma samfélög eru átengið þarna á milli. Átengið þarna á milli. Og bara við búum á Íslandi, við teljum okkur vera norrænt velferðarsamfélag eins langt og það nær, en ástæðan fyrir því að norrænu löndin svona sem heild, að hér eru lífskjör betri og hér sterkara velferðarsamfélag og má alveg segja að staða lýðræðisins sé að mörguleiti sterkar heldur víðast annað, hefur fyrst og síðast að gera með baráttu verkamannastéttarinnar, og það þarf ekki enga marxíska stéttagreiningu til þess að leiða það í ljós. Við þetta bara eins og Esping Gösta Andersen hefur sýnt fram á bara með sínum rannsóknum á útvíkum þegnréttar og jöfnuði og svo framvegis að á Norðurlöndunum að þar verkamannastéttin gerandi og mikill gerandi á stjórnmálasviðinu, minna vissulega hér, en við aftur á móti höfðum meiri stéttafélagsaðild, þannig að okkar verkalýðshreyfing var sterkari utan hins formlega stjórnmálega vettvangs. En það sem þessi lönd hafa sameiginlegt að verkamannastéttin var gerandi og hafði áhrif á valddreifingu samfélagsins. Og það ákveðin kenning sem heitir bara kenningin afstætt vald, og sem rauninni gengur út af það að jöfnuður í samfélaginu ræðist fyrst og síðast af styrk verkamannastéttarinnar miðað við styrk borgarastéttarinnar. Og við getum mælt styrk verkamannastéttarinnar út frá svona hlutlægum mælukvörðum eins og stéttafélagsaðild og fulltrúum á þingi og svo framvegis. Og það margar rannsóknir sýnt fram á þetta að eftir sem að verkamannastéttinni vex ásmegin, hvernig svo sem við mælum að það leiðir til meiri jafnaðar og meiri verðingar fyrir borgarlegum réttindum og svo framvegis. Og það eru fjölmargar rannsóknir sem sýna fram á þetta og sumar þeirra gerða út frá marxískri stéttagreiningu og aðrar bara út frá weberískri og aðrar einhverju allt öðru sko. Þannig að það ekki hægt að þræta fyrir það að verkamannastéttin hefur haft gríðarlega mikil áhrif á þjóðfélagsþróun, og við erum bara búum í samfélagi sem bara vísbending það, ein sönnun þess. Já. Að barátta verkalýðshreyfingarinnar hafi jákvæð áhrif á samfélagi, ef það jákvæð hafi jöfnus. En ég spurði hugmyndina stétt með stétt sem hafnar stéttarátökum sem jákvæðu afli. Hvaðan kemur svo hugmynd? Já, hérna þetta greinir fólki á, og við getum hort þúsundir ára aftur í tíman. Og til dæmis hann Gerhard Lenski þóttist leið mjög vítt yfir sviðið og sagði í grunninn höfum við tvær hugmyndir jöfnuð, og ein íhaldssama hugmyndin jöfnuð sem að gengur hann út frá því að jöfnur sé eðlislægur og jafnvel hinn guðlega skipan hlutana, og við eigum ekki að hlutast til í að reyna að breyta því. Þetta er þessi grundvallar hugmynd sem við getum séð sko langt aftur í tíman, bara aftur til sko bara Aristótelesar, skilur. Og síðan erum við með róttæka svona antitesu sem að raunni bara akkurat öfugt, og hún vill meina jöfnuður hinn náttúrulega, jafnvel guðlega skipan hlutana, og við eigum að reyna að auka hann. Stefna hann. Þannig að við erum hérna með þessar tvær andstæðu skoðanir hvernig að horfa á ójöfnuð, og þarna þegar þú ert með fyrstu félagshreyfinguna, það verkalýðshreyfingin, og lengi vel var þetta eina svona
öflugasta félagshreyfingin, hún sem að breyta samfélaginu, að þegar þú ert með þá sem að missa kannski spón úr aski sínum eða ímynda sér að samfélagið verði verra ef að verkafólk sem sagt kemst til áhrifa, að þá þau vill reyna að drepa niður þessa baráttu og ein birtingamyndin þá þetta að byrjunu, hvað eru þið að vilja upp á dekk, ég meina ef við ekki að vinna öll saman, græðum við ekki öll á því að henni ríku verði fáið meira því að þá reynja niður brauðmólarnir og allir græða og allt þetta og þannig við vinnum bara saman, skilur Þetta bara þessi röskun á henni guðlega jafnvægi. Já, og líka bara það að við höfum í grunninn öll sömu hagsmuni, skilur og þess vegna eigum að vinna saman, en auðvitað útgangspunktur átaka sjónarhornsins að við getum skipt samfélaginu upp í meira og minna aðgreinilega stéttir sem að hafa sem sagt, ekki sömu hagsmuni, skilur þannig að hér bara takast á ákveðin mismunandi sjónarhorn og sama hlutin sko. Þannig að þessi alveg í djúpum grunni djúpum grunni, já. Og þannig erum við komið kannski líka að mjög áhrifamiklu atriðum sem að eru bæði þjóðernishyggjan sem að hefur haft gríðarlega áhrif á 19. og 20. öldinni og hefur reynum verið ennþá og gleymist stundum að hún hefur kannski síst minkandi, menn héldu á tímabili að þjóðernishyggjan væri að fjara út eftir seinni heimsstyrjöldina. Allir að vinna saman í bræðralagi, en síðan hefur hún komin aftur og svo kannski aftur áhrif trúar og kirkju sem að oft var kirkjan mjög íhjaldsöm og jafnvel tók undir og studdi fasisman þar sem hann komst til valda. En svo aftur höfum við byltingaguðfræðina í Suður-Ameríku sem tekur sér stöðu með hennum lægri stéttum og þeirra sem vilja breyta og breytingar. Þannig að þetta virkar oft svolítið á alla vegu. Hugmyndafræðin og stéttavitundin, skulum við segja. Algjörlega. En svo kemur auðvitað að því að við erum með kapitalismann sem að verðist geta endurnýjað sig alltaf aftur og aftur í gegnum kreppur, heimsstyrjaldir, að hann rís upp aftur og síðan kemur velferðarþjóðfélagið á 20. öldinni og kapitalismin virðist rísa enn einu sinni upp úr reyndar hálfgerðu góðæri þó svo hafi kannski komið smá hnökrar á velferðarþjóðfélagið með olíukreppu og upp úr 1970 en Stefán Ólafsson kallar það í sinni nýju bók, hann kallar það stéttarbaráttu yfirstéttarinnar. Allt í einu hefur yfirstéttin tekið upp í raun og veru Max og Weber og ákveður að nýta sér þekkingu sína til þess að halda völdunum og tryggja sín völd og auka þau. Fræg setning eftir Warren Buffett sem að segir auðvitað stéttabaráttu í gangi og mín stétt að vinna. Einmitt. Og þetta svona greining á þjóðfélaginu kannski sem að í svona nýrri tíma sem að við, og þá er spurningin með stéttinnar, við höfum verkalýðsstéttina sem hefur fækkað frekar í og verkalýðsfélög sem að áður voru sterk eru kannski ekki eins sterk núna á áberandi. Millistéttin er orðin miklu stærri og breiðari og margskiptari kannski og síðan höfum við yfirstéttina og sem að hefur náttúrulega tökin á fjármagninu og í raun og veru framleiðslu tækjónum sem að nýtir sér það forskot til hins ítrasta til þess að jafnvel að taka tilbaka réttindi sem fólk hafði. Og margir benda á að þetta sé hættulegt fyrir lýðræðið, hættulegt fyrir mannréttindi, hættulegt fyrir samstöðuna í samfélaginu og sjálfsögðu sjáum við þetta í stjórnmálunum í dag og kannski stéttabaráttunni mjög víða. Þýðir þetta aukin átök, þýðir þetta meiri skautun eins og Marx spáði fyrir er loksins komið að því þá? Já, sko það eins og ég nefndi áðan þetta með kenninguna afstætt vald, hún þetta bara gengur út frá því að í venjulegu árferði þegar að verkamannastéttin er ekki skipulögð og er ekki samhent, að þá hafi yfirstéttin alltaf tögluhaldir vegna þess að þeir hafa eins og Stefán myndi tala skilur þeir hafa bjarginnar. Ég meina þeir hafa mestu peningana, hafa mestu ítökin, okay? en aftur á móti gengur kenningin út frá það að eina sem að
verkamannastéttin hafi sé samtakamátturinn, okay? Og að við þetta höfum séð hvernig samtakamátturinn hefur skilað sér, ég meina vöxtur velferðarkerfisins og svo framvegis hefur svo fyrst og fremst að gera með það, sko. Þeir að vera að sækja, almenn réttindi og verkfallsréttin og atvinnuleysistryggingar og heilbrigðistryggingar og allt þetta kemur út á baráttu. Það kemur ekkert svona gott nema fyrir tilstilli baráttu, sko. En í grunninn eru sem sagt, samtök atvinnurekenda rétt eins og samtök launafólks, stéttasamtök, og sem að berjast fyrir ákveðnum hagsmunum. Þannig að bara að horfa á stéttabaráttu sem eitthvað sem kemur að neðan en að gleyma því að hún getur komið á ofan, það bara eins og að horfa á sjónvarpið og sjá bara helmingina því, sko. Þannig að þetta þetta hárrétt sem að Stefán bendir á í stórgóðri bók, Baráttan bjarginnar, tiltölulega nýkomin út, mæli með henni, að stéttabaráttan á ofan, að hún hefur margar birtingamyndir, eins og til dæmis bara í verðhækkunum og vaxtahækkunum en síðan þetta bara líka í sem sagt, bara beinum aðgerðum, sko. Ég meina þegar við horfum eins og samfélag sem er orðið mjög ágengt í stéttabaráttu ofan, Bandaríkin, þar sem að stéttafélagsaðild var á 7. áratugnum 35%, hæsta sem hún hefur orðið var á 7. áratugnum í maður rétt, komið niður í sko innan við 15%. Það er ekki með ekki sko 3 koma saman öðruvísi en að í Walmart eða eitthvað öðruvísi en að það eru ránir einhverju svona union busting ráðgjafa fyrirtæki til þess að koma í veg fyrir að fólk geti sem sagt náð vopnum sínum. Og þar kristallast þessi stéttabarátta á ofan þar sem að fyrst og síðast að reyna að koma í veg fyrir að fólk geti nýtt samtakamáttin til þess að rétta hlut sinn. Og sjálfsögðu sjáum við þetta í öllum myndum í kapitalískum markaðssamfélögum en Bandaríkin sem er ójafnasta Vesturlandið hefur orðið hvað ágengast í þessu að koma í veg fyrir að fólk geti nota samtakamáttin sem er þeirra eina vopn, mjög öflugt vopn en þeirra eina vopn, sko. Hvað auðvaldinu. Já. En eins og þú segir að þá er minna fjallað stéttabaráttuna á ofan. Já. Þannig við myndum kannski staldra við hana að þeir út að draga upp einkenni stéttabaráttu neðan að þá er það velferðarríkið og aukin velferð almennings, aukin völd, dregnari nákvarðanir inn á hinn lýðræðislega vettvang. Ef þú ættir að draga upp markmið stéttabaráttuna ofan, hverjar eru það? Að draga þá ákvarðanir frá hinnum lýðræðislega vettvangi út á hinn svokallaða markað, þar sem að hver króna hefur eitt atkvæði en ekki hver maður. Myndu draga aðeins upp svona einkenni þeirra. Já. Hvert er markmið stéttabaráttu ofan? Markmið stéttabaráttu ofan. Sko í grunninn, eins og Marshall lýsti 1950, að T.H. Marshall talaði að markaðurinn og lýðræðið bara stæði í baráttu. Því að þetta lýðræði, kjörmynd lýðræðins er stjórnmálalegur jöfnuður. Einn maður, eitt atkvæði. Við höfum öll að hafa jafn mikla rödd. Okay? Og við þetta vitum að hvergi hefur náð að uppskera nákvæmlega þetta, en þetta bara ákveðin kjörmynd. Þetta er kjörmynd sem við verum að reyna að nálgast. Það sem við vitum er að öll stjórnmálakerfi og öll samfélag hafa einkennst af pólitískum ójöfnuði. Hversu mikið, það er aftur myndi stigs munur og og bara rétt eins og með aðra hópa sem eru í forréttindastöðu og rauninni getur bara skilgreint stéttabaráttu út frá því. Þetta stendur af hópum sem að hafa svipuð kjör og tækifæri, sem hafa sameiginlega hagsmuni af því annarkvort að rétta sinn hlut eða standa vörð óbreytt ástand. Þannig að hérna kristallast kannski bara þessi stóri munur að stéttabarátta ofan stendur fyrir að standa vörð
stöðuna eins og hún því að hún gagnast þeim hóp. Já, en það svo ef við fyrir aftur til þessum að Sigurður var að spurja uppbyggingu velferðarkerfisins svona fram að olíukreppinu og svoleiðis og þá kemur nýfrjálshyggjan inn. Má ekki líta á að eftir kannski 1980 hafi stéttabaráttan ofan ekki verið óbreytt ástand. Já. Heldur við að snúa ofan af sigrum verkalýðsbaráttunar. Já, það góð punktur, skilur, að það þetta eitt að halda í horfinu og síðan hitta bara að sækja aukin og það það sem við séð á Vesturlöndum að hlutur ríkustu 10%-ana hefur aukist í þjóðkökunni og ef við horfum á 5% ennþá meira, við horfum á 1% ennþá meira, þannig að þetta gagnsókn. Þannig að þetta ekki bara, hér ekki bara að spila skipulega varnarleik, heldur auðvitað líka gagnsókn, hárrétt, já. Og ég má halda áfram með þetta því að þú varst að tala hvað var það, afstætt vald verkalýðsstéttarinn annars vegar og svo borgarastéttarinn hins vegar. Er ykkur greining á því að þetta hafi laskast í þá út frá sjónarhóli verkalýðsstéttarinnar frá 1980 að vald hennar á kannski Vesturlöndum býst ég við þessi frekar rannsóknir heldur en að séu íslenskar rannsóknir á því að vald verkalýðsstéttarinn hafi laskast frá 1980 hlutfallslega miðað við vald borgarstjóra. Ekki spurning, já. Það eru margar rannsóknir sem að sýna það að vald, ef við horfum bara svona frekar einfalt, skilur, hvernig svona valda jafnvægið skilur, að yfirstéttin hefur svo sannarlega sótt, já, en þetta ekki bara það að annar helmingurinn sé að sækja í sig veðrið, heldur að líka hinn að missa vopnin, sko, að við horfum bara Ísland algjör undantekning þegar við horfum á stéttarfélagsaðild næstu 90%. Þetta bara heimsmet, sko, að allstæðir í kringum okkur með fáum undantekningum að þá hefur stéttarfélagsaðild verið að minnka og við horfum á verkamannaflokka sem áður börðust sannarlega í nafni stéttarinnar og notuðu stéttaorðræðu hafa farið frá því og að höfða til hennar millistéttarinnar og þannig að baráttan hefur breyst og hefur aukin einsleitni í þessum stjórnmálaflokkum sem voru áður baráttu tæki fyrir verkamannastéttina, sko. Og hugmyndirnar hafa síðan komið hingað þó svo að aðild að verkalýðsfélögum sé meiri hér heldur en þar og ekki sama hrörnunin í félögum talið, að þá svona hugmyndirnar hlutverk verkalýðsstéttarinnar eða verkalýðsbaráttunnar og bara stjórnmálarar hugmyndir hafa komið hingað frá löndum þar sem að valdahlutverkin hafa veikst. Ekki spil, við erum ekki frekar með það annað að finna upp hjólið, sko. Þessir hugmyndaströymar berast hingað annars það frá, þannig að þegar við erum komið með stóran hóp fólk sem heldur að stéttarfélög snúist sumarhús og eitthvað svona en ekki um að sækja aukin réttindi, sækja betri kjör og svo framvegis að þá eru þetta dregu það tennurnar úr baráttunni, sko. Og ástandið afleiðing þess að valda ójafnvægis ef við getum sagt. Þannig að við uppskerum ef við ræktum ekki valdið þá uppskerum við aukin ójöfnuð. Bara algjörlega, sko. Og þetta byrtist á svo margan hátt. Ég meina, vald Weber setti fram mjög áhrifamikla skilgreiningu á valdi. Vald eiginleikin að fá þínu fram þrátt fyrir andstöðu annarra, en vald byrtist á svo margvíslegan hátt. Þetta snýst ekki bara það hverju geta tekið ákvarðanir fyrir hönd margra annara, heldur getur þetta líka birst í því að geta komið í veg fyrir að einhver mál komast á dagskrá, við tölum dagskrárvald, hverjir hafa dagskrárvaldið í samfélaginu og dagskrárvaldið, það ekki bara hverjir stjórna fjölmiðlum, skilur, þetta líka bara hvað tekið fyrir á Alþingi og svo framvegis en síðan sem kannski róttækasta nálgun á valdið og hérna ég að vitni hann breska félagsfræðinginn Stephen Luke sem skrifaði fræga bók 1974 Power a Radical View og hann talaði að svona lævísasta birtingamynd valdsins sem geta haft áhrif á hugmyndi fólks. Ef þú getur sannfært fólk sem hefur ekki sömu hagsmuni og þú, að þið hafið sannarlega sömu hagsmuni, að það sé lævísasta birtingamynd valdsins og svo sem afdrifaríkust þegar einmitt alls konar hugmyndir svona dynja á fólki og þetta verði bara viðtekin sannindi
að það græði allir á því að stórfyrirtækin græði á tá og fingri og að skattar á fjármagnstekjur séu svo og svo lágir og erðaskattur séu valla ekki til og svo framvegis. Sameining banka leiði til aukinnar samkeppni, það er nýjasta. Já, og eitthvað svona, skilur við. Já, þannig að ef það er þetta sannfæra sem flesta þetta vegna þetta ákveðin stéttastjórnmál, skilur, að geta sannfært fólk að það græði allir á þessu, en síðan eins og allir eiga að kaupa hlutabréf. Gleymum því að 86% allra hlutabréfur eigu 10% ríkustu, skilur, að svona síðustu tölur sem ég sá að Stephen Lux vildi meina það að þetta væri lævísasta birtingamynd valdsins og eflaust svo áhrifamesta ef að það er að koma hlutunum þannig við, sko. Já, akkurat. Og þarna má segja að mörguleyti síðustu 4 áratugir hafi verið mótandi að því leyti að fjármagnsstéttin hefur í raun og veru náð meiri yfirtökum heldur en áratugina þar á undan. Við getum sagt bara eitt mjög ljóst dæmi er það að inn á Alþingi þykir sjálfsagt að séu fulltrúar fjármagns, fulltrúar fyrirtækja, en það þykir eiginlega bara óheyrilegt ef að fulltrúar stéttarfélagana væru þar. Og þykir bara mjög slæmt, vegna þess að þeir hafi svo mikla hagsmuna árekstri við það að hafa áhrif á löggjöfina. En það er allt í lagi ef það eru fulltrúar kvótaeigenda, fyrirtækjaeigenda, fjármagnseigenda. Þetta er svona bara ein lítil mynd af þessu hvernig hægt er að stýra umræðinu. Og það er kannski mjög gagnlegt að skoða þá kannski svona marxismann síðustu áratuga þegar verið er að endurnýja þessar hugmyndir og þetta huglæga, menningarlega verður kannski stærra og stærra og þá er spurningin, sko, ef að yfirstéttin er svo ofboðslega sterk í hugmyndafræði, sjálfsmynd og öðru og nær að koma sinni mynd yfir á allar aðrar stéttir, hver getur þá tekið við því að vera hreyfiaflið á móti? Er það hinn breiða millistétt? Er það hinnir opinberu starfsmenn sem að hefur fjölgað gríðarlega og á tímabili voru þeir nú fremstir í kjarabaráttu og stéttabaráttu og verkföllum? Eða mun verkalýðsstéttin, sem að nú er kannski verið að reyna að knekkja svolítið á Íslandi, fjármagnsöflin ætla að knekkja á róttækasta verkalýðsfélagi landsins, og það er eins og það lamist allir. Millistéttin sem hefði þá kannski átt að rísa upp með og verja og taka þar eitthvað frumkvæði í þjóðfélaginu. Já, gerir hún það? Hvað segja fræðimennum svona? Já, sko, ég ætla nú bara að fá að taka nokkuð skrefa aftur og bak áður við förum í þetta að ef við horfum hér vegna þess að hvorki stéttaskiptingin né hugmyndirnar eru frosnar í tíma. Þetta bara breytist. Ef við förum bara aftur til bara fram á 7., 7. og 8. áratugin, að þá eru þetta Ísland búið að taka óbáslega stökk fram á við, bara frá því að byrjun 20. aldar bara vera mögulega fátækasta svæði í Vestur-Evrópu, eða land í Vestur-Evrópu á þeim tíma, yfir í það kannski á 8. áratugnum og við erum bara konum í bara topp 15 eða eitthvað, þau erum að tala auðvustu lönd í heimi og lífskjör alveg bara á þessum tíma eru það vöxtu millistéttarinnar og hefur skotið rótum svo hugmynd að Ísland sé stéttlust samfélag, skilur en það má færa rök fyrir því eins og Stefán hefur gert, Stefán og Arnaldur Sölvi Kristjánsson gera í bókinni Ójöfnuður Íslandi, vilja meina að frá 1945 og til 1995 sé þetta sína fram á það bara með tölum tekjuskiptingu og eignarskiptingu og félagslegan hreyfanleika og fleira, að Ísland hafi, maður myndi halda fram að vera mesta jafnaða samfélagið. Þeir eru ekki að halda fram að Ísland hafi verið stéttlust samfélag. Þeir eru bara að meina í alþjóðlegum samanburði. Okay. Þannig að þessi hugmyndum stéttleysi er ekki úr lausulofti gripin. Það er með eiginlega jafnasta samfélag í mannkynssögunni. Já,
einmitt, og þarna að þannig að hér erum við að tala hér er þetta gætti áhrif að stéttaskiptingar og Stefán bara sýnir það bara í sinni bók og fjölmargar þarna rannsóknar sýnt fram og ég meðal að skrifa grein sem heitir stéttagreining og íslenska stéttarannsóknir þar sem ég fer yfir sviðið bara frá frá því að Ísland nútímavæðist og fram til núna og vitna þar í margar rannsóknir sem sýna áhrif stéttastöðu og stéttu samfélag þetta samfélag þar sem að áhrif að stéttastöðu gætir ekki á lífsmöguleika fólks og Ísland hefur aldrei verið þannig og já, en ok, á þessum tíma þá er þessi hugmynd búin að skjóta rótum og þegar fyrstu félagsfræðingarnir snúa frá framhaldsnámi erlendis og koma til Íslands á 8. áratugnum og þá fara þeir að vilja einmitt að skoða, þetta er eitt af því sem vilja skoða hugmyndir Íslendinga stéttaskiptingu og það kemur fram í þeirra rannsóknum að stéttavitund Íslendinga var mjög skornum skammti viðtalsrannsóknum og svo framvegis að þá neitaði fólk tilvist stéttaskiptingar og þrátt fyrir að væri meðvitaðum aðstöðumun og svo framvegis en svo ef við förum aðeins fram í tíma árið 1995 eða miðjan 10. áratuginn Ísland gengur í Evrópska efnahagssvæðið sjálfstæðisflokkur og framsókn runni ítár vör ákveðin í nýfrjálshyggju tilraun á árunum þar og undan var búið að koma á kvótakerfinu og frjálsa framsalinu og allt það sem kannski mjög afgerandi skref inn í nýfrjálshyggjuvæðingu. Hvað gerist? Jú, ég nefndi áðan að rétt eins og markaðurinn og lýðræðið í ákveðinni baráttu vegna þess að lýðræðið gengur út frá jöfnuði, pólitísku jöfnuði, markaðurinn, hann bara gerir ráð fyrir þessu sigurvegarar og taparar, hann gengur út frá ójöfnuði, prófið að spila Matador og sjá hvernig Matador endar, og hvað gerist þegar við hleypum markaðsöflunum meira lausum með afreglun, engavæðingu, auknu flæði fjármagns og allt þetta, skilur sem gerist þetta frá með miðjum 10. áratögnum. Ójöfnur snarykst og innan OECD og þetta kemur bara úr rannsóknum með Stefáns Ólafssonar og kollega að OECD þeir hafa ekki séð viðlíka aukningu á tekjuójöfnuði frá 1995 til 2007. Þau bara ekki séð annað eins. Frá því Ísland fór bara frá því að vera jafnasta Norðurlandið út frá þessum hlutlægum mælukvörðum yfir í að vera ójafnasta og við vorum farnir að narta í hælan á Bandaríkjunum skilur, þetta var bylting þetta eru bylting og ég vil meina á þessum tíma að þetta er mesta breyting sem er orðið á íslensku samfélagi hérna átti breytingi sér stað frekar heldur við hrunið skilur, þannig að það er svona mín tilgáta að þarna hafi orðið bara okkur grundvallar breyting á samfélaginu, það var ekki við hrunið, það gerist fyrir hrun. Bylting auðstéttarinnar. Já, og hér kemur til sögunar, sem sagt ofurrík yfirstétt, við höfum talað með sem útrása víkinga, ég tala með sem þverþjóðlega kapitalista og er að vitna Leslie Sklair bara með það, en ok. Það var líka mikill auður sem var til í kvótakerfinu og framsalinu og heimildinni til þess að veðsetja kvóta að þá urðu náttúrulega til 100 milljarða á einni nótt. Já, það verður svona hvati, það er svona næstu svona startup kapital fyrir það sem eftir kemur. En ok, þessi tími frá miðjum 10. áratögnum og fram að hruni einkennist af hér myndast ofurrík yfirstétt en síðan verður líka mikið innflutningur erlends vinnuafls og við skulum ekki gleyma því að miðjan 10. áratuginn innan við 2% Íslendinga af erlendu bergi brotnu. Árið 2007 þetta komið yfir 8%, fara að skaga í 9% og þannig að það kemur ákveðin andlit á ójöfnuðin. Annars vegar á toppnum yfirstétt sem að notabenni berst á sem að yfirstéttin fram að því hafði ekki gert svo mikið. Ég meina, allir ríki á verksmiðjugólfinu var kannski ekki að berast eins mikið á og fólk sem vill vera í teinóttu jakkafötum og eiga þakíbúðir í New York og dýrustu götu í London og vera með Elton John að spila í afmælum. Það er að berast á og fólk gat gert þetta, borist á meðal annars í gegnum Þannig að sást til, það var ofta heilsalar og útgerðamenn bárust á í útlöndum. Þetta var nýtt. Þannig að barst ekki til Íslands. Barst ekki til Íslands, já. En hér var þetta sem að norsk-ameríski hagfræðingurinn Thorstein Veblen talaði sem sýndarneyslu, conspicuous consumption. Þetta tímabil frá miðjum 10. áratögnum og fram að hruni einkenndist að mikilli
sýndaneyslu og þegar fólk hefur svona í flimtingum og segir þetta eitthvað svo mikið 2007 þá það að lýsa eftir í hvernig fólk var að flagga auðsínum og við höfðum verið þess að glanstímarit sem að hafiði myndi ég segja, þetta aðal markmið var bara að búa til hópinn ríka og fræga fólkið, sjáu hvað þessi var að gera hérna, ég held að þetta var eina tímarit hjá Byrtingi sem seldist með hagnaði en ok, en þetta smitaðist niður samfélagið og skuldasöfnun jókst hérna upp úr öllu og við vorum með listaverk að kaupa lán og ferðalán og veit ég hvað og hvað urðum óbærslega skuldsett en talandi svona, fyrir nú aftur að spurningunni á þessum tíma að þetta fer ekki fram hjá fólki að það byrjar að grafa undan fyrir hugmyndum að við værum stéttlaus vegna þess að þeir komið með hvernig var þetta hjá þarna ekki Kaupþing, hvað hérna? Jú, var ekki Kaupþing að bankastjórnir þar voru með 300-föld laun verkafólks og síðan ertu með þessar birtingamyndir í fjölmiðlum skilur þessi að kaupa þetta og launin eru svo mikil og þessi á allt að þetta fer ekki fram hjá fólki og ég hef sýnt í mínu rannsóknum að þetta þýddi að það gróf undan þessari hugmyndum Ísland væri stéttlaust samfélag og síðan hafa rannsóknir kannanir svona í seinni tíð einmitt sýnt fram á að 75% Íslendinga vil meina að stéttskipting hafi aukist mikið á síðustu 20 árum og að hérna hvað var 56% að stéttskiptingu í Íslandi sé mikil ég meina ef þau lagt svona könnun fyrir á 8. áratugnum eða 9. áratugnum og allt aðra tölur þannig hérna séu bara hugmyndir fólks hafa breyst mikið og þær ekki úr lausu lofti gripnar það er sannarlega breyting á hvernig þjóðarkökunni skipt við sáum að það mikil aukning tekjuójöfnuðar það verður samþjöppun eignar sem að heldur áfram aðeins á árunum eftir hrun þá getur hún auðvitað ferið niður og það er það sem við séum gerast á Íslandi gerðist í kjölfar hrun það sem gerist yfirleitt ekki í kjölfar efnaðarhruns að tekjuskiptingin hún jafnaðist því að mikið af fjármagnstekjunum sem sagt minnkuðu og svo frá húðluðus bara burt ekkert en eignaskiptingin hún er tregari að hún breytist ekki jafn hratt en ef við erum að horfa sannlega á Ísland og við erum komin á þann stað þrátt fyrir að tekjuójöfnuður sé farin að skríða aftur upp og hlutu fjármagnstekna í því líka farin að skríða upp að við fórum aftur frá því að vera komin með mikinn ójöfnuð með tilliti til tekna hröpum niður og erum komin aftur í hóp þeirra það sem að tekjujöfnuður og ráðstöfunartekna eitt svo mesti í heiminum en þegar við horfum á skiptingu eigna að þá eru við meira svona miðja deild ef við notum einhverja íþróttasamlíkingu En ef þetta er jöfnuður má ég aðeins að því þú laðir svolítið áherslu á að lýsa auðstéttinni og hvernig hún hefði það sér og þú nefndir að á sama tíma kemur mikill fjöldi fólksinga til þess að vinna láglaunastörf og sú stétt hefur líka breyst mikið. Nú ég held að segja helmingur félagsmanna í Eflingu eru erlendir ríkisborgarar og þar lendi ekki eins og með kosningarétt. Ég held að segja hærra hlutfall í verkalýðsfélagi í Keflavíkur. Þannig að kannski í verkalýðsstéttinni erum við með helmingin sem að, þú veist, hefur ekki neinn völd í samfélaginu og tungumáli heldur fólkinu líka frá þáttöku í samfélaginu. Þetta er náttúrulega ótrúlega breyting á verkalýðsstéttinni. Þú nefndi ef við spurt fólk 1980, ef við erum að horfa á verkalýðsstéttina 1980 og verkalýðsstéttin í dag og ætlum að mæla hana, hver eru völd hennar í samanburði við auðstéttina, að þá er það eiginlega bara hefur orðið algjört fall í valdi verkalýðsstéttar. Já, og bara mjög góða punktur og talandu þetta, þú nefndir hafa ekki kosningarétt og það sem að kennarigangar auðvitað í auðvitað stjórnmálafræði og svona stjórnmálafélagsfræði að horfa, ég meina af hverju eiga sem sagt þeir sem að halda stjórnartaumana að gera eitthvað fyrir fólk sem getur ekki einu sinni kosið á, skilur þannig að bara að horfa á þetta til einhver svona realpolitik skilur að þegar fólk er á einhverjum atkvæðaveiðum að þá er það líklegra til þess að reyna að
að haga málflutningi sínum gagnvart þeim sem að hafa atkvæðisrétt. Þannig að bara þessi punktur að samsetningin hafi breyst frá því að vera mjög einsleit, bara fyrst og fremst samastett af innfættum Íslendingum með kosningarétt yfir í það að vera orðin svona mjög fjölþjóðleg og fólk sem að bara bókstaflega hefur ekki kosningarétt til þess að hafa áhrif á samfélagið, hefur bara gríðarleg áhrif. En það finnst mér auka mikilvægi þess að aðrir hópar launþega standi með þessum hópi, því að ég segi alltaf að velferðarkerfið og samfélag aldrei betra en það hvernig við komum fram fyrir okkar minnstu bræður, skilur, þannig að það þarf að sýna samstöðu einmitt með þessum hópi út af því að það hefur ekki kosningaréttin, það hefur ekki menningarlega auðmagni til þess að geta fært sér þó þau réttindi í nyt, eins og bara það að kunna lesa ráðningarsamninga og vita hvaða réttindi maður hefur og geta sótt rétt, því að þetta fólk hefur jafn mikið rétt á því og aðrir, en bara það til að hafa ekki tungumálið, að það bara, tungumálið er þetta hornsteinn allarar menningar og að sem að allt hitt byggir á, þannig að það þarf að sýna samstöðu með þessum hópi svo að þau geti ekki bara sótt þau réttindi sem þau hafa, heldur líka auka réttindi, því ef við saumum að þessum hópi, þá erum við á sama tíma að sauma okkur sjálfum, eða leifum að sé saumað að þessum hópi, þá erum við að sauma okkur sjálfum. Það sést líka að ég held að sé í kjararannsókn Eflingar hafi komið fram að á tiltölulega fáum árum, bara frá því fyrir hrun, að þá fjölgaði félögum Eflingar sem voru á leigumarkaði úr 35% upp í rúmlega 60%. Já. Þannig það er hægt að horfa á það bara að gerast fyrir framan okkur, hvernig efnaðsleg staða og valdastaða þessa hóps er að bara brotna. Já. Og þá komum kannski að spurningunni hans Sigurðar það þessi átök sem eru núna, sem er eins og ég veit ekki, auðstjettin ætli að láta sverfa til stáls. Ég má aðeins bæta í til þess að svona við fáum kannski smá bjartsýni inn í þetta líka, að Sólveig Ólafsdóttir benti á daginn að í könnunum kemur fram alveg gríðarlega mikil áhersla Íslendinga á jöfnuð. Já. Og að þeir séu tilbúinir til þess að berjast fyrir því jafnvel. Og síðan þar sem þú segir hér að kannski hafi breyst ákveðin hugmynd þetta stéttlausa samfélag sem aldrei var en ýmsir trúðu. Já. Þetta tvennt ætti þá að leiða til þess sem þú segir að millistéttin og stærri hópar í samfélaginu ætti að standa með þeim sem lakast eru settir. Já. Einmitt verkafólkinu í Eflingu og öðrum sambærilegum félögum. Já. Og þá komum við aftur að því sem að Gunnar Smári var að nefna. Staðan í dag er alvarleg að mörgu leyti og það virðist vera eins og yfirstéttin ætla að knésetja ákveðin hóp og svo er spurningin, viltu spá viltu segja hverjar afleiðingarnar gætu orðið? Já, ég ætla að fyrir hluti spurningarinnar varðandi með jöfnuðin, könnun eftir könnun hefur sýnt fram á það að Íslendingar hafa jöfnuð í hávegum, okay? Og það var gerð skrifið bók 1980, þetta er Richard Thomason sem var meira seldi stundakennari við HÍ tíma og hann vil meina að sterkasta menningar arfleifð Íslendinga sé jafnaðarandinn sem er bara þýðinga orðinu egalitarianism og við meðum ekki gleyma því að það er margt í íslenskri sögu sem að rennir stóðum undir það og þetta er ekki bara spurning einsleitni sem við viljum skrifa svo margt á, heldur bara líka Ísland er eina landið í Evrópu sem hafði aldrei formlegan aðal og svo framvegis. En já, þannig að bara fram á þennan dag þá höfum við sannarlega, það er ákveðin áhersla á jöfnuð og síðan þetta bara kemur í ljós, þú veist, af hverju miklu leyti er þetta á orði og hversu mikið er þetta á borði. En þetta er mjög áhugaverið tíma sem við lifum á og þetta við sjáum bara í þessari kjarabaráttu sem bara gerast fyrir framan augu okkur að það var svo sannarlega að sverfa til stáls og ég er bjartsýnismaður og ef við horfum bara svona vítt yfir sviðið að þetta sjáum við að ef við förum að draga stórar línur að hér höfum við fæst svona ef við horfum bara vítt yfir sviðið bara frá upphafi 20. aldar þegar að verkafólk er svo til rétt laust
fram á þennan dag að þá hefur verkafólk svo sannarlega sótt í sig veðrið og það hefur þetta komið ákveðnar ládeyður eins og til dæmis bara í kjölfar þjóðarsáttarinnar þegar verkalýðshreyfingin var dálítið svona heilt yfir trénuð og þarna virtist svona sætta sig dálítið við ákveðin svona korporatisma og svona ákveðna stöðnum sko en við höfum þetta séð síðustu ár að það að færast svona meira fúti eða meiri róttækni í verkalýðshreyfinguna sem dálítið kristallast bara meðal annars í henni Sólveigu Önnu og því miður þetta bar þessum félögum ekki gæfa til þess að fara saminu fram sem alltaf sterkasta vopnið og þá má kannski segja að þetta sé ein uppskera þess skilurðu að þá þetta standi eftir kannski róttækasti armurinn ekki kannski einn og yfirgefin en sko algjörlega í frontinum en bara mjög áhugavert að atvinnurekendur ætla að sæta lagi kannski vegna þess að þessi samstæði ekki þá einn sterk og marg eins og þegar lífskjarasamningarnir voru sóttir að það að sæta lagi og en með að spá það alltaf eftir að spá og sérstaklega framtíðina en hvað svo sem verður núna að ég spái því að sem sagt almenningur muni sem sagt hvort sem við horfa 5 eða 10 ára aftur í tíman að við munum sem sagt stuðla að auknum ójöfnuði hver svo sem verður útkoman úr þessu eins og heyri ég vil svona Þú sagði ójöfnuði? Nei, jöfnuði, fyrir ekki, ég ætla að segja jöfnuði. Ég ætla að segja það. Jöfnuði, já. Ég sagðist vera bjartsýnismaður, sko. En eins og ég segi, sko, að það umhugsunarefni þegar að okkar lægst launaða fólk að sækja betri kjör, fólk sem að stóru hluta næri ekki endum saman, að stærri hluti launþegahreyfingarinnar skuli ekki leggjast á sveif með þeim. Það finnst mér vera svona sannlega umhugsunarefni og það eflaust vegna að fólk hefur mismunandi skoðanir á baráttu aðferðunum en þá ætti nú fólk að lesa sér aðeins til og hátta sig á því að raunverulega kjarabætur hafa aldrei verið sóttar öðruvísi en með mikilli baráttu og mikilli fyrirhöfn. Eins og ég segja gullöld verkalýðshreyfingarinnar á 4. áratugnum frá 1930 til 1942 cirka og þetta var einkenndist á gríðarlega miklum mikilli baráttu og löggjöfin sem við sækjum frá 1938 þetta stóð sem að við reiðum okkur á enn þann dag í dag 80 árum seinna. Ég harður í orðræðu. Já. En að sumuleyti eruð að tala við getum sagt bara stéttavitund millistéttarinnar. Af því að Sigurður svolítið velta fyrir sér akkur hún kemur ekki og stendur með lágstéttinni. Nú kannski langflestir sem að skilgrina sig sem millistétt og verkalýðsbarátta þeirra einhvern veginn ekki með sömu svona skýru stéttabaráttu lit og til dæmis barátta Eflingar núna. Ég veit ekki hvort það mætti leggja til að millistétti myndi kannski skoða svolítið og horfast í augu við stéttastöðu sína raunverulega og að hún hafi raunverulega langstærstu hluta sameiginlega hagsmuni með lágstéttinni en ákaflega litla sameiginlega hagsmuni með auðstéttinni. Já, ég meina auðvitað mjög svona einföld marxísk greining myndi bara segja að bara langstærstu þessu hóp sé bara í verkamannastétt, skilur bara ákveðin hópur bara betur settari heldur en aðra úrinni nær valdinu heldur en hinir en ég nefndi hann Erik Olin Wright sem einmitt tekur hugmyndi Marx og fínpúsa þær og hann einmitt stendur frammi fyrir eins og það orðað vandamálið með millistéttinnar hvað á að gera með fólk sem ekki púra öregar en ekki
þeir sem eiga framleiðslutækin. Og vill helst síst af öllu í líta á að þessu með sameiginlega stöðu og örugarnir vegna þess að það eina sem það hefur eiginlega í samfélaginu að geta lyft sig örlítið upp fyrir örugana. Einmitt. Það ekki? Já, og þetta rosalega sterkt. Þetta mjög sterkt og svarið hans Erik Olin Wright var sem sagt kenning hans mótsagnakenda stéttastöðu og hann sem meina, þetta fólk sem með einn fót í einni stétt og annan fót í annari stétt, runni tilheyri 2 stéttum á sama tíma og hann tekur svona sem dæmi stjórnendur sem að sem sagt ráðskast með verkafólk rétt eins og borgarastéttin en samt sem sagt líka ráðskast með það þannig að og hann stillir þessu upp svona eftir nokkrum vítum eins og yfirráðum þar að segja hversu mikil yfirráð hefur á vinnustaðnum, ég meina sumir eru stjórnendur sem aðrir eru millistjórnendur, sínur hinnir á gólfinu sem að þurfa kannski að stimpla sín með tímaklöku og það þarf ekki að velkjast í vafum það hverjir hafa meiri yfirráð heldur en hinnir. Og hverjir ráða því hvernig þeir verja tíma sínum. Hverjir geta skuttlast úr tíma en einhver skuttlast úr vinnunni í 1,5 tíma og til þess að útrétta og það hefur engin áhrif á launin meðan aðrir sem þurfa að stimpla sig út og fá ekkert borgað eða fá hreinlega ekki leyfi til þess að fara. Ég meina hér að tala þessi yfirráð og hérna auðvitað greinir á milli launþega. Sumir geta gert svona hluti og ráða sér og sínu vinnutíma og geta skammta sér ákveðna vinnu meðan aðrir öðrum skömmtuð vinna og sagt nákvæmlega hvað þau að gera. Okay? Það bara ein vítin sko. Og síðan hitt, tengsl við þarna eftirsóknarverða hæfni eins og til dæmis einhvers konar menntun eða einhvers konar reynsla sem eftirsótt þannig að þú getur sótt sem sagt hærri laun og þannig að þegar fólk kannski komið með mikil yfirráð og fara kannski að samsama sig eigendum og þarna getur ráðstafa sínum tíma sjálf að þá fer oft kannski svona hollustan dálítið að fara frá þeim sem að hafa lítil völd og kannski vinna ósérhæfð störf sem þýðir að atvinnuöryggi þeirra er mjög ótryggt að það fer að koma svona ákveðin rof í samstöðuna og það kannski birtist einmitt þá dálítið í stundum í kjarabaráttunni að þá fara þetta að skiptast upp í fylkingar að þá fólki sem hefur hærri laun, meiri yfirráð, kannski meiri menntun að það fer að þétta raðirnar og lætur kannski af samstöðinu við hópana sem að hafa sem sagt minna af þessum hlutum en því miður þá verður þetta stundu svona eins og í Prisoner's Dilemma leiknum skilur að það þurfa allir að vera á sömu blaðsynni til þess að hópurinn njóti sem best skilur en þegar fólk vera rotta sér saman skilur að þá kannski tapar launþegarhreyfingin sem heild því að það er þetta sem að launþegarhreyfingin hefur fyrst og síðast samstaðan þegar næst breið samstaða að þá nást mestu lífskjara framfæriðnar eins og við sáum í lífskjarasamningum að hérna náðum við að lyfta. Það verður efnahagslegt og pólitískt vald hreyfingarina miklu meira. Algjörlega. Til þess að hafa áhrif þá á lagasetningu, á skattamál og fleira. Og við sjáum það. Það kemur út mjög góð bók hérna fyrir, allir ekki bara 14 ár síðan búið að gefa hana út í nokkrum útgáfum heitir The Spirit Level og einmitt að skoða áhrif þess, hvað gerist þegar við aukum bilið, hvað gerist þegar við minkum bilið á þessa þætti sem við metum eins og traust og heilbrigði og glæpi og bara you name it sko. Þetta einhver merkasta bók sem er komið út í félagsvísindum bara síðustu 50 ár að þetta sýnir eftir sem við aukum þetta bil að þá hefur það neikvæð áhrif á þessa þætti sem við kunnum að meta þegar við minkum bilið og við minkum helst bilið með því að lyfta þeim sem eru neðst með að minka þessa grunnlínu ójafnaðar að þá ítrað undir þessa hluti og kannski kaldhæðnin í þessu að það græða allir á þessu, líka henni ríkustu skilur, þannig að raunni ættu við öll að leggjast á sveif með hennum lægslaunuðu. En liggur við að það sé að trúa því að stjórnvöld gætu haft bara einn mæli í mælaborðinu þegar þeir eru að stýra samfélaginu, það verður mælingur á jöfnuð. Já. Því að aukin jöfnuður hann bætir raunverulega svo ólíks við. Já, algjörlega. Algjörlega sko. Þannig að það má alveg segja að það
Já, ef maður á að velja eina breytu, síðan bara spurningin þannig að félagsfræðingur kemur bara hvernig ætlum að mæla jöfnuðinn, skilur, vegna þetta eru þarna við erum alltaf að reyna að koma með betri og betri mælingar en svona í þetta var einföldun hjá mér. En í grunninn, jafnara samfélag er betra samfélag. Og hér er enginn að tala um samfélag þar sem allir hafa nákvæmlega sama, heldur bara það sem við erum búin að minnka og búin að jafna tækifærin. Sko. En það er eitt af þessu sem að völdum sem að hafa búin að vera að taka dæmi af, sem er kannski lykillinn þá, ef að það eru ef að ástandi í samfélaginu er þannig að sameiginlegir stéttarhagsmunir fólk sér þá ekki og það við náum ekki þessari góðu samstöðu og sem að gæti leitt til svona jákvæðra niðurstöðu, svo segir. Að það er þessi átökum svona einhverja grunnhugmyndir sem að nýfrjálshyggjan náði svona sterkum áhrifum að það væri öllum fyrir best ef að við myndum styðja hinn ríka en ekki hinn fátaka. Að það eru þessar hugmyndir sem ennþá einhvern veginn hanga í loftinu og valda því að sko fjöldi nær ekki að stilla sér saman, að það verður ágreiningur á milli eins og kemur fram í þessari kjaradeilu sem við erum að nefna núna, svona ágreiningur blæ og tón og orðfæri, alls konar hlutir látið þvælast fyrir því að það sé raunveruleg samstaða. Já, ég spyr bara hver er lækningin á þessu, hvernig getum við læknað þessi svona járnbraut að teina hugmyndana sem að liggja í samfélaginu, sem að einhvern veginn fara frá hagsmunum okkar, ít okkur í sundur, frekar heldur en saman. Já, hérna þegar stórt er spurt, sko, þetta kannski virkar dálítið í hring, sko, þetta kannski byrjar og endar dálítið á valdinu, sko, þetta er svo til dæmis, hvaðan fá flestir hugmyndir sínar? Jú, fjölmiðlum, ok, hverjir hafa dagskrárvaldið? Jú, það er ekki verkamannastéttin, skilurðu, þannig að það er bara svona eitt dæmi það sko að valda ójafnvægi leiði til vítarhings og við erum með efnahagslegur ójöfnuður hefur áhrif á pólitískan ójöfnuð og öfugt. Þannig að verður ákveðin spírall. Þannig að ef þú ert með mikinn efnahagslegan ójöfnuð, þá hefur áhrif sem sagt inn á stjórnmálalega vettvang sem að sem sagt virkar svo tilbaka og lykillinn er þá að reyna breyta þessum vítarhring yfir í hring sem að styrkir sjálfa sig sko, heldur en hitt, eða það að segja styrkir jöfnuð frekar heldur en ójöfnuð og það eru mýmargar rannsóknir sem sýna fram á það að hinnir ríku sem sagt, það er ekki bara það stjórnmála þáttaka þeirra sem meira, þeir hafa fleiri fulltrúa og þarna ríkisvaldið er opnara fyrir þeirra hugmyndum, ég menna það nú frækt þegar viðskiptaráð vildi meina 90% af þeim hugmyndum sem þeim leggja fram að hefur verið framkvæmdar, það er bara svona toppurinn í ísjakanum, skilur, að lykillinn að þessu hlýtur að, sem sagt, að brjóta þennan vítarhring, að minnskuti að veikjan. Og eitt er bara dagskrárvaldið og hitt er svo Þannig að það er að vera svona hugmyndaleg barátta til þess að brjótast í gegn, ekki bara stéttabaráttan. Þetta þurfum við að fá kannski svona eins og 68 bylgju, ekki samskonar ofar þar, heldur ykkur svona breytingar hugmyndir okkar heiminn og samfélag. Já, algjörlega, mér að Thomas Piketty hann heldur bara að vera að skrifa áhrifamikla bækur bara frá 2014 með Capital and 21st Century og síðan Capital and Ideology þar sem hann er einmitt að tala þetta og Piketty er ekki marxisti en hann er að tala fyrir svona sem hann kallar participatory socialism þar sem hann er að reyna að fá sem sagt, fleiri að og hann er að tala fyrir svona samhentu átæki landa til þess að koma böndum yfir fjármagnstekjur skilur og auðmagn sem að flæðir á milli landa til þess að sleppa við skatttekjur því að það eru skatttekjur sem stuðla því að við búum í siðuðu samfélagi sko. Þannig að það reyni ættu allir að njóta góðs af því að koma böndum yfir það en svona kannski einfalda svarið er að reyna að brjóta þennan vítarhring sko. Og Piketty sækir þetta svolítið af alvöru vegna þess að óbreyttum hugmyndum að þá munum við bara tortíma samfélaginu og tortíma lífríkinu.
Já, það er mikil alvara í þessu. Algjörlega, og hann flækir þessar hugmyndir með að við sjáum þá í Íslandi og í öðrum Vesturlöndum að jöfnuður hann sannarlega eykst á árunum eftir stríð og við höfum skrifað það meðal annars á sterkara velferðarkerfi, sterkari verkalýðshreyfingu og svo framvegis. Hann auðvitað segir, jú, að einhverju leyti hafði þetta bara að gera með stríðið. Hann vildi bara meina að þetta væri sem sagt þurrkað út auð. Já, þetta væri bara snýrist bara að einhverju leyti þetta snúist bara að stríðið hefði þurrkað út auð og þetta væri undantekning frá reglunni og við meina bara að í kapitalísku hagkerfi við venjulegar aðstæður að þá muni það alltaf sem sagt leggjast á sveif með fjármagnseigendum og muni alltaf leiða til aukins ójafnaðar og þess vegna leggur hann til svona ýmsar mótvægis aðgerðir til þess að vinna á móti þessu því hann vil bara meina að við séum bara ekki á góðri leið, við séum á leið bara verða eins og á 19. öldinni sko. Þannig að fallið auð í seinni heimsstyrjöldinni sýnir hvað auður er mikið vald, þannig að þegar að minnka eins og þú varst að tala um afstæðavaldið að þá minnkaði vald borgarastéttarinnar sem að gat hér tækifæri fyrir verkefnisstéttina að hafa áhrif. Algjörlega. Og sama hátt er það að skattleggja auðina ríku er sko aðgerð til þess að bæta bara valdajafnvægið í samfélaginu. Ekki endilega deil út auðnum, heldur bara valda jafnvægið. Já, nákvæmlega. Og þá erum við eiginlega komin frá efnahagsstéttagreiningunni og yfir í hugmyndirnar og hvernig hægt er að breyta heiminum með því að láta þetta allt saman vinna saman. Það er ekki ónýtt. Það er ekki ónýtt, nei. Við erum ánægðir með þennan þátt, Sigurður. Já, feikilega. Við erum búin að fara mjög djúpt í margt og tengja saman, finnst mér, Guðmundur Ævar. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt að fá þetta spjall við þig. Bara takk fyrir leiðis, það var virkilega skemmtilegt. Já, ég vil þakka Guðmundi Ævar Oddssyni kærlega fyrir komuna og Sigurði Pétursinni fyrir samfylgdina og hlustundu fyrir að hafa staldrað hérna við og hlustað á okkur. Ég bendi á að þættirnir samtal á sunnudegi eru aðgengilegir á YouTube. Þau getur líka farið inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem heitir þættir, þar finniði alla eldri þætti. En ég hvet ykkur til þess að fylgjast með hérna næsta sunnudag klukkan 9, þá kemur annar gestur og bregður upp öðru sjónarhorni á verkalýðsbaráttuna undanfinnu, en góða helgi.